að hlutast til og að búa sig í það að hlutast til fiskveiðar Íslendinga. Fiskveiðar Íslendinga. Og það þetta sem ég hef bent á hér fyrir árum sem að koma fram núna og hið mjög alvarlega í þessu máli fyrir utan viðskiptastríð. Býtu áður en ég hleypi Guðrún að sem næst búin að biðja orðið. Ert þú sammála þessu sem Hjörleifur segir, Jakob? Ég alveg hjartanlega sammála því þeir hafa hvað eftir annað lýst yfir í mín eyru að þeir ætla að hlutast til allt vistkerfið hér við Ísland. Og eins og ég kom fram í mínu viðtali í myndinni að þá líst mér einfaldlega ekki á það vegna þess að ég hef staðið á oft að því að nota ekki hlutlægar aðferðir. Þeir segja hálfan sannleikann oft, en það eins og við vitum öll, hinn versta lygi. Og ég teki sem dæmi að ég var staddur út í Bandaríkjunum þegar sandlægjurnar 3 eða 2 þegar var verið að bjarga þeim og fylgdist mjög vel með því. Það var Greenpeace alveg í öllum fjölmiðlum segja að nú verðum við að gera þetta, bjarga þeim. Hvers vegna? Vegna þess að þetta voru dýr í útrýmingarhættu. Þetta glumdi í eyrum manna. Síðan seint síðir það bil sem það nokkurn veginn búið að Rússarnir voru komnir og sandlægjurnar voru komnar þarna í Íslandinni. Þá haft viðtal við forstjóra hvalrannsóknastöðvarinnar í Seattle, í blöðunum þarna í Mississippi, Minnesota þar sem ég var. Þá kemur upp úr dúrnum að sandlægjustofninn hefur nánast aldrei verið stærri en hann í dag. Þetta var allt sett á svið vegna þess upphaflega að dýrin áttu að hafa verið í útrýmingarhættu, eða dýrastofninn. Og það þetta sem ég kalla villa og trylla. Og annað dæmi, við höfum séð í gríðarstórar auglýsingar í erlendum blöðum nýlega það að það hefur verið veiddir 11.000 hvalir eftir að hvalveiðibannið var sett á og menn megi þess vegna ekki kaupa íslenskan fisk til að stoppa þetta. Svo það hægt sé að stoppa þetta. Sannleikurinn hins vegar sá að við höfum veitt eitthvað 280 eitthvað hval, 284 og allar þjóðir sameiginlega í heiminum í vísindaskyni hafa veitt innan við 1000. Men þessi 10.000 hvalir voru teknir á suðurhveli jarðar fyrst eftir að bannið kom á. Það voru Japanir og Rússar sem voru þarna í 1,5 eða 2 vertíðir og tóku þetta í atvinnuskyni. Og síðan ráðið til þess að bjarga þessu, það að hætta að kaupa íslenskan fisk. Guðrún. Já, ég verð nú að segja að það væri nú kannski ráð að færa þessa umræðu nær myndinni sjálfri. En ég get þó ekki stillt mig að undrast það að líffræðingur, minn kæri félagi Hjörleifur, skuli tala í þessum tóni umhverfisvernd að eitthvert borgarfólk sem ekkert veit hval og selveiðar skuli vera að úttala sig það. Hjörleifur, regnskógarnir í Suður-Ameríku eru mitt mál og okkar allra hér. Ég hef aldrei komið í regnskóg og mun sjálfsagt aldrei koma þangað. Við erum ekki útrýmir inn í hvalategund. Sko, það svo önnur saga, Jakob Jakobsson. Ég hef aldrei haldið því fram að ég viti hvað eru margir hvalir í sjó. Þeir að halda því fram. Greenpeace. Ég hef hins vegar sem ábyrgur... Hvað Greenpeace í regnskógunum? Jakob. Þeir eru gjörsamlega sammála mér í þeim... Já, en hvar eru þeir? Hvar eru þeir? Sko, ef þú veist það ekki, Magnús. Já, þú veist meira Greenpeace greinlega. Ef þú veist það ekki, og mér heyrðist Jakob ekki vita það heldur, þá hafa Greenpeace menn ekki eingöngu barist gegn hvalveiðum Íslendinga. Þeir hafa verið mjög virkir og náð miklum árangri í stöðvun þess að hella stórhættulegum úrgangi í höfin, hérna meira sér næsta nágrenni við okkur. Þeir hafa haft mikil afskipti af endurúrvinnslustöðvunum í Sellafield og fyrirhuguðum byggingum í Dounreay. Altså, við Hjörleifur höfum bæði og margir hér inni verið hjartanlega sammála Greenpeace í þessum málum. Og þar hafa þeir gert mikið gagn. Það eru fleiri sem vinna að svona málum í heiminum, að það sé nú ekki margir aðrir sem eru þar að störfum. Einhverjum að þessum málum? Svo sannarlega. Þú ert tilbúin að standa við það að Greenpeace hafi átt frumkvæði að rannsóknum og öðru sem tengist þessum málum? Greenpeace hefur haft frumkvæði ýmis þessi mál með því að vekja á þeim athygli.
auðvitað nota öll samtök áróður fyrir sínum málstað. En sko, nú erum við komin hingað til þess að tala þessa mynd. Við getum náttúrulega verið hér í alla nótt að tala framistöðu Íslendinga í svokölluðum vísindaveiðum. Vísindaveiðum á hvölum, það allt önnur saga. Skoðanir mínar það vita allir, Jakob, þetta eintómt yfirskil. Þetta ósanngjarn og órökstudd fullyrðing. Jakob, þú getur lesið þingtíðindi og þar rökstuðningur fyrir því. Treystum við Hafrannsóknastofnun fyrir fiskistofnunum, ég spyr. Af hverju erum við að tortryggja Hafrannsóknastofnun í sambandi við hvalarannsóknir? Hafrannsóknastofnun Martin merkasta stofnunin í þessu máli hefur hún ekki góða sögu. En það sem ég vil snúa mér að, það þessi ungi maður sem bjóð til þessa mynd. Og ég hlýt að spyrja, ég kölluð hingað í sjónvarpssal til að ræða hana. Sko, ég skil ekki, nú ég búin að horfa á þessa mynd tvisvar, til hvers hún í raun og veru gerð? Við erum í þeirri stöðu nú að íslensk stjórnvöld, með því að halda ekki alþjóðasamninga sem þeir hafa sjálfir lofað að halda, hvernig þá? Eru búin að koma íslenskum sjávarútvegi beinlínis á vonarvöl. Það þess vegna, það til að bjarga íslenskum stjórnvöldum úr þeirri úlfakreppu að þessi mynd gerð með því að sverta samtök sem hafa barist með réttu að mörgum finnst og ekki bara mörgum heldur, mörgum milljónum manna heimallan finnst. Hver tilgangurinn með myndinni? Það sem ég átta mig ekki á. Eftir að hafa hort á hana tvisvar í dag, sýnist mér hún hafa það eitt að segja að umhverfisverndarsamtök af öllu tagi séu óþörf og skaðleg. Þetta þín skoðun, Magnús? Nei, alls ekki. Og þetta kemur heldur ekki fram í myndinni. Þá hef ég misskilið myndinni. Ég alveg hræddur það, já. Þú svarar þessu neytandi og Þorleifur. Má ég aðeins núna rekja örstutta sögu fyrir Jakob Jakobsson, forstjóra Hafrannsóknastofnunar, og þú átt að þekkja hana, Hjörleifur og Guðrún líka. Sko, það 1982 sem Alþjóðahvalveiðiráðið samþykki 0 kvóta og 0 kvóti þýðir engar veiðar. Það samþykkt á Alþingi Íslendinga. Augnablik, loðið mér aðtala núna, þú skalt svo reyða þetta á eftir, ég skal koma að því. Og síðan Alþingi Íslendinga samþykki með 29 atkvæðum gegn 28, ég man ekki hvaða dag, ég held 3. febrúar. 3. febrúar 83. Já, 83. Samþykki þetta. Hvað gerir svo? Á meðan aðrar þjóðir að semja bók á Common Future umhverfisvanda í heiminum, þá vita Íslendingar ekki af því og taka ekki eins og þátt í því starfi. Á meðan verið að brugga hér launráð til þess að komast í gegnum og kringum samþykktir Alþjóðahvalveiðiráðsins, samþykktir Alþingis. Það samin skýrsla af mönnum á þinni stofni, Jakob, vísindaveiðar svo kallaðar. Það tók 1,5 mánuð. Já, augnablik. Og síðan það notað, þessi skýrsla sem samin á þann hátt að það boðið upp á því að fáið að rannsaka hvali við Ísland ef þið komið með einhverja skýrslu sem sýnir það að geta samfellt menn að það sé nauðsynlegt að veiða 160 hvali. Augnablik. Síðan það í ríkisstjórn í byrjun maí og ég veit ekki hvaða dag að því maður fær ekki að sjá bókanir ríkisstjórnar. Að Halldór Ásgrímsson kemur þar með þessa áætlun og hún samþykkt. Fer í utanríkismálanefnd og það eru allir, ég veit ekki hvað margir, 7 eða 11, allt samþykkt. En þið að brjóta lög, að því Guðrún hlýtur að vita það sem forsætisnefndar Alþingis að á Íslandi er þannig stjórnað að við höfum löggjafarsamkundu sem heitir Alþingi. Við höfum framkvæmdavald sem ríkisstjórnin fer með og á að fara eftir auðvitað því sem getur Alþingi. Við höfum dómsvald til að skera úr mál. Það sem vantar á Íslandi er auðvitað stjórnarskrárstól og Halldór Ásgrímsson væri löngu fallinn í nágrannalöndunum fyrir að brjóta stjórnarskrána því að hann fer í kringum samþykktir Alþingis og nú getið þið tekið við. Gjörðu svo vel. Þór Jakobsson, þú hefur ekki lagt mikið til máluna sem komu. Mig langaði að svona velta fram þeirri spurningu sko og svarinni líka ef ég get. Það er spurningin hvers vegna þá Greenpeace svona, hvers vegna þessu félagi svona vel ágengt erlendis og ég held að það sé ekki tilviljun. Við vitum mörg, við getum bara svona rétt aðeins kalla þetta öfgasamtök
það eru 100.000 öfgasamtaka erlendis sem verður ekkert ágengt. Ég held að skýringin sé sú og ég eiginlega verð þá að skírskota til minna reynslu sem svona Íslendingur erlendis. Ég átti heima rúm 10 ár í Noregi og svo önnur 10 ár í Kanada í Norður-Ameríku. Og mér fannst þetta eiginlega, fann þetta strax á mér hérna þennan 9. áratuginn þegar Íslendingar fóru að stefna í það að hafi ekki þessi veiðustöðvun sem var samþykkt frá 1986 en halda út í veiðar, hvort sem það eru kallað vísindaveiðar eða ekki, að ég fann það bara á mér sko að þetta myndi enda illa og það vegna þess að ég hafði orðið var við það í sambandi við bara uppeldi í Norður-Ameríku. Börn fá prýðilega skólun alveg frá unga aldri, stór falleg bókasöfn úr hvern einasta barnaskóla. Náttúrufræði er mjög ábyrrandi, miklu frekar en hér á Íslandi því miður og öll svona uppfræðsla, og það er kannski hægt að kalla það heilaþvott, að hún gengur út á þetta, út á náttúruvernd og hvalirnir voru með sem eru sýndir hérna bakvið. Þetta er svona eins og komið inn í lífsskoðun Norður-Ameríkumanna og ég hélt satt að segja að það yrðu þeir frekar en Þjóðverjar sem myndu valda okkur erfiðleikunum, svo mætti segja. Svo að þetta er eiginlega spurning, ég hef verið vitni að því hvernig almenningsálit skapaðist og það var í sambandi við Víetnamstríðið. Maður er vitni að því hvernig Nixon er valinn í annað sinn með gífurlegu meirihluta, meiri en dæmi hefur verið í Bandaríkjunum. Og það eru einstaka sérvitringar, hérna einhverju ungir prestar upp á gogg út af þessu Víetnamstríði. Svo stúdentar og öfgahópar og svo koma fleiri og fleiri. Ég var einn af þeim. Þannig að maður getur séð að þetta er kannski ekki alltaf svo lógískt hvað almenningsálit velur í stóru löndunum. En það er óviðráðanlegt. Þessi þróun og við vorum ögrað því. Þessi þróun sem hefur orðið. Þakkaði fyrir. Ég lét ekki undan. Ég var á móti þessu ég var á móti þessu fjöldi annarra Íslendinga. Þetta er ekki óíslensk stefna. Það var bara engin þingmaður sem tók mál okkar nema Guðrún fyrst og því miður talaði ekki almennilega við þig Hjörleifur en þetta er jafn íslensk stefna og hvað annað. Við erum ekkert að láta undan. Þú ert að vitna til Víetnamstríðsins og bandarísks almenningsálits í því sambandi. Já. Og endalegtir þess málsals. Ertu þarna að draga hliðstæðu og segja að það sem almenningsálitið hafi farið á þann veg sem það fór í því efni, það mun að gerast eitthvað svipað í þessu dæmi og þess vegna sé okkur hollast að láta undan strax. Ég hef alltaf verið hræddur um þetta og ég sem sagt endurtek það, ég álít ekki að við Íslendingar séum að láta undan. Það er bara íslenska ríkisstjórnin sem mildar stefnun og hættir hvalveiðum. Það annað sem hefur gerst í stjórnmálum. Við erum ekki að láta undan. Það er mjög fróðlegt þegar menn bera saman Víetnamstríðið og til dæmis hvalveiðar eins og vísindamaðurinn gerði. Þetta er samlíking, Magnús. Já, nei, ég veit að þú veit ekki að því, en eins og vísindamaðurinn gerði þarna í myndinni til dæmis, hérna á fundiðin í háskóla. Já, sem hann sem sagt ber saman veiðar á hvölum og sko stórkostlega mannlega harmleiki eins og gerist í Víetnam. Og mér finnst einhvern veginn eins og þetta þessi gleði Bandaríkjamanna og annarra að massera í kröfugöngum og mótmælum séu bara sennilega arfleið frá Víetnamstríðinu. Þetta er mest allt krakkar sem maður sér vera að ganga með spjöld í kringum Burger King til dæmis. Þetta eru unglingar úr gagnfræðaskólum og svona. Og þetta er bara þeir hafa fundið eitthvað nýtt. Þeir hafa fundið þarna seli og síðan koma hvalir og kannski kemur aftur þorskur. En ég ætlaði aðeins að sýna ykkur þetta bréf og áhorfendum þá líka. Þetta er sendibréf úr herbúðum Greenpeace og þetta er strict confidential, þess að algjört trúnaðarmál á milli tveggja manna.
og bréfið er sendt frá Mikael Gylling Nielsen í Greenpeace Danmörku sem kom fram í myndinni. Hann sendir það til David McTaggart sem er einn æðsti leiðtogi Greenpeace. Og þetta bréf fjallar hvernig samtökin skipulega ætla að eyðileggja efnahag Norðmanna. Mjög ítarleg umfjöllun hvernig best sé að rústa hjá þeim ferðamannaiðnað, fiskiðiðnað, olíuiðnað og annað og hér eru taldar upp ýmsar aðferðir og hvernig best sé að standa að þessu. Og það er greinilegt að þessi Mikael Gylling Nielsen er hernaðarráðgjafinn í þessu sambandi og þetta er sami maðurinn sem segir hér að hann ætla að skoða fiskveiðar í Norðurhöfum og þessi aðferð sem þeir hafa notað gagnvart Íslandi, hún er nákvæmlega svo sama og er talin upp í þessu bréfi sem þeir ætla að gera gagnvart Noregi en það er bara Ísland í staðinn. Fyrir hverja sök þá? Síðan hvenær er þetta bréf? Þetta bréf er síðan 1983 og þetta tengist norskum selveiðum. En hvernig er trúnaðarbréf milli tveggja manna komið í þínar hendur? Það er trúnaðarmál. Ég vil segja það að það er þetta margt sem að segir okkur að við þurfum að taka þessa hluti alvarlega. Hér eru mjög alvarleg mál á ferðinni og það er ekkert smámál þegar að samtök, hvaða nafni sem nefnast, erlendis, fylgja sér gegn grundvallar hagsmunum Íslendinga á viðskiptasviði. Út á ekki meira tilefni, út á ekki meira tilefni en það. Svikum alþjóðasamningar. Það er nú ekki rétt, það er nú bara ekki rétt Þorleifur. Það er nauðsynlegt að minnast á það sem að þú varst að tala hér áðan, að Alþingi Íslendinga og framkvæmdavald á Íslandi hafi brugðist. Já. Alþingi stóð við skyldur sínar og framkvæmdavaldi með því að hefja hér rannsóknir og nota stöðvunina í atvinnuskyni til þess að framkvæma hér rannsóknir og fá vitneskju hvalastofnana á Norður-Atlantshafi, alveg sérstaklega við Ísland. Það er alltaf með ykkur stjórnmálamenn að þið segja alltaf hálfsannleikann. Nei, það er nú einu sem að segja allan sannleikann. Já, altså við þekkjum þess áætlun. Við þekkjum þess áætlun og það eru engin alþjóða lög sem að segja það eða samþykkt sem segja það að það megi ekki taka hvali í vísindarskyni í sambandi við rannsóknir, í sambandi við upplýsingaöflun, það er meira að segja gert ráð fyrir því samþykktum alþjóða hvalveiðiráðsins. Það er þetta sem Íslendingar hafa verið að gera, þeir hafa verið að framkvæma í rauninni það sem að þeir tóku á sig með því að verða aðilar að þessari stöðvun. Út á þetta verðum við fyrir þeim árásum utanfrá sem við þekkjum. Og þetta er auðvitað stór alvarlegt mál og það er satt að segja full ástæða til þess fyrir þjóðina alla að hugsa það sem hefur verið að gerast, ekki bara þegar að Bandaríkjamenn voru hér að reyna að knésetja okkur í sambandi við þetta, heldur fólk sem að gengur undir merkjum umhverfisverndar. En ég vil alveg sérstaklega taka það fram að mér finnst það alveg réttmætt sem að Þorleifur og Þór er að nefna hér, að það er ekki allt sem sýnist undir merkjum umhverfisverndar. Þorleifur myndi á það. Þorrinn af umhverfisverndar fólki í löndunum. Já, allir þekki hann ekki. Þorrinn af umhverfisverndar fólki í löndunum er að sjálfsögðu að reyna að bregðast við þeirri alvarlegu þróun sem ríkir. En við megum ekki gera það með þeim formerkjum að ætla að kippa lífsgrundvellinum undan okkur sjálfum, það er að segja, með því að snúast gegn þeim grundvelli sem að við lifum og byggjum á og afla sem fyllstrar þekkingar á okkar umhverfi. Það er það sem við erum að gera til þess að geta verið náttúruverndarmenn í reynd. Stjórnmálamenn þeir tala alltaf svo lengi í svona þáttum að almennu leikmaður kemst aldrei að. Og nú ætti ég aðeins að stúma að helga. Þú varst bara kvart undan áðan ef ég greip fram í fyrir þér og svo gerum við alltaf það saman. Aðeins talið fréttamennina. Sko, fréttamenn eiga rosalega mikla sök í þessu máli á Íslandi. Margir hverjir ykkar eru mjög latir. Þið hafið ekki tíma til að afla upplýsinga. Ég bað í dag það verið spurt að því hversu margar milljónir fengu í tekjur af hvalafurðum. Miðað þetta rosalega tap sem við verðum fyrir á þessu ári. Það var ekki hægt, það var ekki tíminn til þess hér. Þið látið stjórnmálunum líðast að koma hér með hálfsannleik eða alligar þá, augnablik, eða alligar. Og það er það sem fyrir gegnum fjölmiðlana sem fyrir inn í eyru almennings.
og almenningur trúir vegna þess að þeir halda að fréttamenn séu heiðarlegir og hafa unnið. En þeir bara vinna ekki sína heimavinnu. Svo að þið pólitíkusar, þið komast inn á heimilin ekki með sannleika, heldur með hálfsannleika. Og rökin, réttu rök, sem að liggja einhvers staðar allt annar staðar, þau komast bara aldrei að. Og þar allur okkar vandi að við höfum verið að plata þjóðinni kringum okkur. Við þykjumst fyrir í vísindaleik þegar við erum að gera eitthvað allt annað. Ég skal lesa fyrir það sem ég skrifa hér á blað. Vísindaveiðar eru fyrirsláttur til að halda áfram hvalveiðum í ábataskyni. Hvalrannsóknir eru fjármagnar með veiðum, ekki gert annars staðar í heiminum. Asninn hlaðinn gulli, hann fyrir gegnum hvaða einasta borgarleið til í heiminum. Það er nákvæmlega gerst hér. Og vísindamönnunum er boðið upp á í fyrsta skipti á Íslandi, svo ég viti til, upp á milljónir til rannsókna. Veistu hvað ég hef í rannsóknar fyrir ári? Svona 50-60.000. Það er ekki mikið þorlegur. Nei, það er 50-60.000. Og ég kem mín í verksamt. Guðrún. Já, það vill enginn tala þessa kvikmynd, né til hvers hún var gerð, svo það er best að skjóta inn. Ég svara því þegar þú spurði mig að því áðan og ég er svona verið að bíða eftir því að svara því af hverju hún var gerð. Já, býtu lofum aðeins Guðrún að hafa orðið. Já, þá ætlum ég bara aðeins að skjóta inn í þessa umræðu sem ég vissi nú ekki eftir að fara fram hér. Að auðvitað er það rétt hjá honum Þorleif, auðvitað er það hálf sannleikur að halda því fram að Alþingi Íslendinga hafi samþykkt vísindaveiðarnar. Við samþykktum að mótmæla ekki banninu en jafnframt að stuðla að auknum rannsóknum á hvalastofninum. Mér finnst í þessari umræðu fólk alltaf verið að rugla einhverju saman. Ég er ekki vísindamaður og ég hef sagt það 100 sinnum og segi það enn. Ég hef ekki grunum hvort hvalastofnin er í hættu. En þegar helstu og þekktustu og bestu vísindamenn í heiminum í 100-tali hafa áhyggjur af því, Jakob, þá er það skylda mín að hlusta á það. Það sem við gerðum var að lofa því að hætta að veiða hval í 4 ár. Í þessari mynd sem við vorum að horfa á áðan, þá er vitnað fjálglega í hafréttarsáttmálann og landhelgisdeiluna. Við notuðum hafréttarsáttmálann í þeirri deilu. Og okkur heldur betur þegar hann var búið að vera í smíðum í áratugi. Við erum ekki ennþá í gildi. Jakob, er einhverjir hvalastofnar sem okkur snerta í hættu? Í þeim sáttmála er grein 64, 65 og 120 sérstaklega helguð hvölunum. Og nú skulum þið ekki vera að reyna að snúa all rök niður. Hafréttarsáttmálinn hefur ekki verið staðfestur af nógu mörgum þjóðum til þess að hann sé í raunverulegu gildi. En hann hefur verið samþykktur á annað 100 þjóðum. Ekki í þorskastríðinu? Nei, hann var búinn að vera þá lengi, menn voru búin að vera þingum, við skulum ekki fara... Ég var í þorskastríðinu, Guðrún. Góði Jakob, ég læt nú ekki að fara að ruggla málin á þennan hátt. Við höfum hallað okkur, við höfum það sem er alvarlegt í þessu máli öllu saman. Af samningu hafréttarsáttmálans höfðum við hinn mesta sóma. Þökk sé þeim mönnum sem þar að unnu af okkar hálfu. Sá sómi er að engu orðin eftir þetta leiðinda mál sem er framistæða okkar í varðandi hvalveiðibannið. Og nú er ég ekki að tala sem einhver kunnáttumanneskja líffræðileg efni. Ég vil bara segja ykkur sem töluvert slingur stjórnmálamaður að við erum ekki búin að bíta úr nálinni út af því máli öllu saman. Og ómældur skaði hefur skeð sem að ég satt að segja veit ekki hvernig stjórnvöld ætla að koma sér út úr. Og svo ég komi nú að efni þessa þáttar, var þessi mynd gerð, Magnús, til að hjálpa þeim sem bera ábyrgð á þessum ósköpum. Nei, alls ekki. En byrju Þór, nei segir þú, Þór er búinn að biðja orðið. Ég ætla bara örstutt að minna á það að það kom á sínu tíma, nú er þetta fyrirgefið ekki kvikmyndina, en ég ætla bara að minna á það að það kom hérna plagg frá 14 eða 15 líffræðingum hér í fyrra, sem voru þeir 19 talsins, eða 21 jafnvel. Þar sem þeir létu í ljós miklar efasemdir í sambandi við vísindaveiðar okkar eða hvalveiðar þessi 4 árin. Ég vildi bara minna á það en sko
við, já, ég segi bara við náttúrufræðingar, við erum góðir við hvern annan eins og aðrir hópar og ég held að það hafi tiltölulega lítið heyrst í náttúrufræðingum vegna þess að mönnum er vel við Jakob og mönnum er vel við Jóhann Sigurjónsson og menn hafa verið mun svona gæfar í þessum málum eins og Íslendinga er hátt. Nú er það ljóst að eins og segir að líffræðingar eru ekki á eitt sáttir þessa lýsinda áætlun okkar. Nei, ég ætlaði að spyrja þig, hvað gerir það trekt? Ég skal segja það, ég ætlaði að tala um Jakob, elskulegan. Jakobin, veistu af hverju komur það trekt? Ég skal segja það að þú varst einn aðal sérfræðingur Íslendinga í síldveiðum 1968 og það var svartur sjór á síld. Ekki 68. Ég man ekki hvað ár það var svartur sjór á síld og það var allt í lagi með síldarstofnin. En síldin er torfufiskur. Það er þannig að þú hellir í þessa trekt og á meðan hún er full, þá rennur alltaf jafn mikið úr henni og skyndilega er allt tómt. Og þið lentið þessu saman með loðnustofnin fyrir 10 árum eða svo. Sjómenn sögðu, það er nóg af loðnu í sjónum, alveg nóg. Og þá var aftur sama trektin, það er torfufiskur. Það er fullt og svo var bara slétt fullt og svo fór allt úr trektinni, það var tómt. Það var sagt að þið hefði ekki rétt fyrir ykkur, Jakob. Þú hlýtur að muna þetta. En loðnan var farin. Og það er samið um hvalina, þú sést ekki við tölur, en ég er með tölur frá Jóhanni hér. 1200 sandreyðar. Og við veiðum úr þessum stofni sem vex mjög hægt. Þá getur það gert það sama því að sandreyðin fyrir alltaf hér vestur fyrir land, fyrir alltaf á sömu staði, alveg svo ljónin í Afríku eða vatnsbólunum og það er nákvæmlega saman sem getur gerst að það verður ekki engin sandreyður eftir af því að trektin, hún var full og svo allt í henni búið. Þetta er nú eins ósanngjarnt eins og það getur verið. Í fyrsta lagi barðist ég fyrir að draga úr síldveiðum, barðist við Norðmenn og varði mörgum árum í það. Og alveg á sama hátt með loðnun, en það var það út af allt öðru sem loðnustofninn hrundi. Og út af sandreyðinni, þá erum við að taka núna 10 sandreyðar. Og þið vitið ekkert um hana? Við vitum það hvaða þvæla. Hvað djöfulinn sjálfan hefur þú einhvern tímann mýið í saltan sjó á það? Já, ég hef gert það. Jæja, það var frekt. Nei, ég vil fá að svara þessum sandreyðina. Þessi talning sem var gerð 1987, hún miðaðist fyrst og fremst á langreið. Við teljum að sandreyðin hafi ekki verið komin á miðin og þess vegna höfum við álítið þessa tölu mjög óörugga. Ég telji það álítið. En jafnvel, þó að það væri ekki nema 1200 sandreyðar, það var alveg vansalaust að drepa 10 stykki úr þessum hóp. Það er innan 1%. Þrátt fyrir 0 kvóta. Má ég skjóta spurningu til hérna, ég nenni ekki að hlusta á vísindamenn rífast um þetta. Stutta. Mér langar að spyrja þig, Jakob. Ég býst við svari verði játandi. Þú vilt hafa alþjóðlegt samstarf umhverfismál. Þú vilt að við tökum öll höndum saman að varðveita það sem eftir er af náttúru jarðarinnar. Viltu þá svara mér, hvenar viltu halda gerðarsamninga og hvenar ekki? Af því ég er bara stjórnmálamaður, ég veit ekkert um hvali eða seli, en ég er svo einföld sál að þegar þjóðin hefur undirgengist að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi og skrifað undir samning þar að lútandi, þá finnst mér að við eigum að halda hann. Alltaf, ekki bara stundum þegar það hentar okkur, heldur líka þegar það hentar okkur jafnvel ekki. Já, ég veit ekki til að við höfum brotið einn einasta samning. Nei, það var 0 kvótar í atvinnuskyni. Það er skýrt tekið fram í stofnskrá Alþjóðahvalveiðiráðsins að veiðar í vísindarskyni eru heimilaðar þeirri þjóð sem vil framkvæma stunda vísindarannsóknir. Mér fannst Hjörleifur vera innblað hérna áðan á svolítið athyglisverðri spurningu einhverstað væri gull í þessu máli. Getur það hugsast það eins og til dæmis danski blaðamaðurinn Leif Bledel segir í myndinni að Greenpeace og kannski önnur áþekk samtök séu orðnar peningamaskinur eins og hann segir? Já, sjá til að það kom náttúrulega fram í þessari mynd og beinlínis sagt af talsmönnum Greenpeace mjög berum orðum að þetta sé hinn besta mjólkurkýr, að svo hvalirnir og áróðurinn í kringum þá gegn hvalveiðunum sé þeirra aðal tekjulinn. Það voru 2 talsmenn, það var Wilkinson
og annar sem ég man ekki nafnið á, sem að sagði þetta beinlínis og þeim mun meira sem þið drepa Íslendingar, þeim mun meira fjármagn kemur til okkar, sagði einhver þarna. Ertu þá að meina að þetta sé orðið takmark í sjálfu sér? Já, sjáðu til. Þetta er það að vissu leyti. Þetta er áreiðanlega mikið metnaðarmál samtakanna líka. Þeir eru búin að hengja mikið á þetta og það sem að ég held að tengist þessu er það að í rauninni er bara eftir þetta ár í okkar rannsóknaráætlun. Það eru síðustu forvöð fyrir þessi samtök að stöðva þessa áætlun með veiðum á dýrum, allra síðustu forvöð. Íslendingar segja, við ætlum síðan að taka þátt í endurmati á því hvort á að taka upp hvalveiðar í atvinnuskyni. Það verða engar meir, þið eru búin að eyðileggja það. Nei, en það er akkurat það, Þorleifur, takmark áreiðanlega Greenpeace og fleiri er að imprenta fólki víðum lönd. Það má ekki deyða hvali af ýmsum ástæðum. Það má ekki deyða hvali, segir Íslendingar er búin að eyðileggja þetta mál. Nei, það er nú mjög langt frá því. En það er einmitt stóra spurningin sem við stöndum frammi fyrir. Altså eigum við að láta það líðast að það sé ekki hægt að afla vitneskju og þekkingar til þess að átta sig á þeim takmörkunum sem að náttúran býður til þess að við getum hagnýtt hana. Inn í þessu máli eru líka mjög sérkennilega atriði eins og hálftrúarleg, eða fyrirgefðu, ég segi það. Það er að segja viðhorf sem eru ekkert ósvipuð hjá Indverjum, þar sem ekki má snerta kýrnar. Á sama hátt, það má ekki deyða hvalina. Það er líka inn í þessu, altså þeir sem ekki vilja neyta kjöts. Það er þó nokkur hópur. Það heyrum við hér á yfirlýsingu frá hvalavinum að það megi helst ekkert taka sem að blæðir úr. Það er auðvitað sjónarmið út af fyrir sig, en það er bara hlutir sem að þorri fólk skrifar ekkert upp á. En nú er vitað að Greenpeace samtökin og önnur átök hafa beitt sér víða heim og þá meðal annars í málum sem líklegt er að flestir hér á landi til dæmis séð sammála losun úrgangs í hafi, svo dæmis er tekið eins og þú nefndir áðan, Guðrún. En engu að síður er það líka ljóst að samtökin leggja kappa á það að við látum að hvalveiðum og þeir hafa beitt sér gegn Grænlendingum og Færeyingum. Eru veiðar þessara þjóða, smáþjóða, á sel og hval raunverulega meðal brýnustu baráttumála þeirra sem vilja kenna sig við umhverfisvernd, eða getur það hugsast, eins og fram hefur verið haldið, að þessar smáþjóðir séu þægileg og viðráðanleg skotmörk? Þú svarar þessu öruglega. Nú, vil Jakob svara því? Nei, ég ætla einmitt Ég get alveg svarað því með ég vitna hérna í Jakob Lagercrantz nafna minn við viðtal í Morgunblaðinu. En fyrirgefðu Jakob, þú færð orð á eftir en það sem mér datt nú í hug þegar að Hjörleifur nefnir að þetta sé nánast trúaratriði hjá fólki og það, ég kem að því rétt á eftir, aðdraganda vil ég þó benda á það að það eitt á við í öðru landi og annað í öðru. Og ég hef ákveðlega praktíska afstöðu þannig að það getur verið viðeigandi að veiða í Norður Kanada og við Grænland, en kannski ekki hér. Þetta er allt mjög afstætt. Getur það hugsast að þessar þjóðir þrjár séu svona þægileg og auðveld viðráðanleg skotmörk? Getur það verið? Ég held að það sé ekki endilega þannig eins og kemur fram í myndinni, var það ekki? Eða nefndir þú það sjálfur á það, Magnús? Það kemur fram í myndinni að þessar þjóðir verða sem sagt fyrir verulegum skakkaföllum og vandræðum af hendi samtaka af þessu tagi. Og svo ég geti nú byrjað á því að svara þessari, komist ná loksins að með að svara spurningu Guðrúnar, af hverju myndin gerð? Það er einfaldlega vegna þess að ég hef fylgst með þessum samtökum, ekki bara Greenpeace, heldur fjölmörgum samtökum á sama toga í mörg ár. Og mér finnst óneitanlega að ég sjái einhvers konar munstur. Þeir leggja alveg gríðarlega áherslu á baráttu gegn smá þjóðflokkum og smá þjóðum hér á norðurhveli jarðar, fólki sem lifir af hafinu. Og þróunin er einfaldlega svo, þeir byrja á sjávarspendýrunum og núna eru þeir að fara yfir í fiski. Hvers vegna ættu þeir að gera það, öðru fremur?
Ég veit það ekki, það er spurning, þetta verða menn að spyrja sig og þeir verða að svara því. Þekkir þú ekki baráttu grænfriðunga á móti kjarnorkusprengjum? Við erum ekki að tala um það, við erum að tala um af hverju ég fór að gera þessa mynd. Fyrirgefðu. Og ástæðan fyrir því að ég fór að gera þessa mynd var svo að ég vildi skoða þetta nánar og sem sagt búa til mynd þetta ástand hér á Norðurhöfum. Og það nærtækasta var það sem að næst mér var Ísland, Grænland og Færeyjar. En þetta allt komið fram á þessu rauninni? Já, þetta ég var að svara þessu spurningu af hverju var myndin gerð. Sko, það er nú ekkert leiðinlegra heldur en einmitt sá þáttur í þessari mynd að tala Grænlendinga, Íslendinga, Færeyinga, jú, í þessum aumingjatóni, við erum fáir, fátækir, smáir, eins og blessa Salma skáldi sagði. Í nútíma heimi eru hafa allar þjóðir sömu siðferðilega skyldu að ganga ekki á auðlindir í svo miklu mæli að hættast hafi af og það er ekki gert af þessum þjóðum. Þess vegna er engin ástæða til þess að gera minni kröfur til þessara smáþjóða heldur en annarra þjóða. Já, þessar þjóðir ganga ekki að þessum auðlindum og sko, það sem að því ég býst nú við að þátturinn hljóta að fara að verða búinn, þá vil ég bara segja þetta, þessi mynd, hún gerir engin skil ástandi í umhverfismálum í heiminum og síst af öllu á Norðurhjara. Það er óskiljanlegt til hvers hún er gerð og hún er ekki einu sinni góð, hún er ekki fræðandi nokkurn skapaðan hlut. Flestir vissu allt fyrirfram sem stóð í þessari mynd, nema kannski einhverjar atburðir sem gerðu sér í Ástralíu sem ég verð að játa, ég hafði aldrei séð fyrr. En það var bara svo ósköplítið talað um þessa mynd vegna þess að menn fór út í allt annað. Bíddu Guðrún, nú er eins og þú segir. En sambland vond mynd sem er hellt inn í núverandi þjóðrembu hér í landi, sem eins og allir veit er andstæða við þjóðrækni, heiðarlega virðulega þjóðrækni, er stór hættuleg eins og mál standa núna. Fyrst og fremst stóð nú ekki til að þessi mynd, þú ert ekki smekkmanniska myndir, hins vegar stóð ekki til að þessi mynd. Nú er eins og Guðrún vakti athygli á klukkan orðin æðimargt að langt gengin í 1 og hérna vinnudagur á morgun og fréttamenn bíða upp á fréttastofu eftir því að komast að með fréttinar. Ein spurning í lokin sem ég bið menn að svara örstutt. Teljið þið að það sé hætta á því að Greenpeace eða önnur slík samtök fari til dæmis að hlutast til fiskveiðar okkar? Þorleifur. Ég ætla ekki að segja, má ég aðeins, ég baði að fá að segja, sko, það er ekki verið að tala mjög mikið hvali éta mikið fisk. Jakob hefði átt að tala hvað íslenski sjómenn leyfa sér að vera með orðlítið möskva, niður 125 mm í eins konar hotsílaveiðum. Það átt að tala það. Og selveiðar, það skal taka það fram að selveiðar Norðmanna eru seladráp, iðnaðarþjóðar sem ekki þarf á því að halda. Hins vegar Grænlendingar og þeir sem búa í Norður-Kanadi, Alaska, í Norður-Sýberíu, þeir lifa af þessu. Það fjallaði líka myndin. Og að hluta til, en þú varst óheiðarlegur. En bíddu Þorleifur, en þessi spurning sem ég var að varpa fram Bíddu, komum við hann aftur. Heldurðu að það geti svo farið að þar komið að Greenpeace eða önnur áþök fara að hlutast til fiskveiðar okkar? Ég tel það ekki vera. Hins vegar held ég að það sé orðið nauðsynlegt að Íslendingar skiptu sjávarútvegsráðherra og fá sér mann í þá stöðu sem hefur þann dug og það þor að segja á morgun erum við hættir svokölluðum hvalveiðum í vísindarskyni og heimur mun virða okkur. Þór, nokkur orð að lokum. Þeir eru ekki eftir að skipta sér af fiskveiðum, það er allt annað mál. En ég endurtek þetta að ég álíti að hafa verið pólitísk mistök að hafa ekki bara hreina veiðistöðum á sínu tíma. Ég vil þó að lokum minna á það að hér hefði eiginlega átt að vera félagsfræðingar og siðfræðingar og ég skil nú ekkert í þessum humanistum við háskólan að stúdir ekki. Það eru félagsfræðingar og siðfræðingar átt að gera. Sko, þetta er eiginlega, Hjörleifur var eiginlega komin að umræðuefni sem hefði getað enst okkur í annan klukkutíma og það er þetta spurning hvort að það stundu sem menn get ekki tala saman. Þetta er orðið trúaratriði. Nei, Magnús, nokkur orð að lokum. Já, ég tel verulega hætt á því að umhverfisverndarsamtök hafi áhuga á að skipta sér af fiskveiðum hér á Norðurhöfum og ég ætla bara að bæta einu við að myndin, hún talar fyrir sig sjálf og fólk verður að meta það sjálft hvort það finnst myndin góð eða slæm og ég stend við það sem ég er. Hjörleifur. Já, ég tel að Grænfriðungar, Greenpeace hafi raunar þegar tekið þessi mál á dagskrá hjá sér. Þó þeir ætla að taka Barentshafið fyrst, þá hafa þeir búið að þeir ætla að fara að líta á Ísland í framhaldinu og vegna sem að hér kemur fram að þá teldi ég það vera mjög slæmt
ef að við Íslendingar þyrftum að láta undan þvingunum af því tagi sem að okkur beinast utanfrá til þess að stöðva hér eðlilega rannsóknir. En auðvitað verðum við að meta það, en meginefni er þó okkur ber auðvitað skylda til þess að halda rannsóknum áfram til þess að átta okkur á takmörkum okkar umhverfis. Það er að drepa 76 hvalir. Ég er aldrei undrandi að heyra þetta vegna þess að ég held að við værum í sama stjórnmálaflokki og bæði hefur nú landsfundur í flokknum mínum samþykkt að vinna að því að þessar vísindaveiðar hætti nú þegar og auk þess gerði þingflokkurinn ámóta samþykkt ekki alls fyrir löngu, þannig þetta er náttúrulega merkileg tíðindi fyrir mér en það er auðvitað skoðanafrelsi í mínum flokki sem betur fer. En þessi spurning sem ég var að varpa hér fram. Auðvitað ekki. Nú, ég skal ekki segja ef að Íslendingar færi að haga sér á þann veg að sameiginlegir þorskstofnar væru í hættu. Þá getur vel verið að Greenpeace kemur til skjalar eða einhver umhverfisverndar. Hvaða sameiginlegir þorskstofnar? Er hann nú orðinn einkaeign Íslendinga líka? Býtu, þá er komið, Jakob, þú hefur þá lokaðurinn. Já, ég fer bara eftir orðum Greenpeace-manna. Þeir hafa mörgum sem lýsti yfir í mín eyru og ég hef með yfirlýsingar frá þeim það þeir ætla svo sannarlega að skipta sér af öllu lífríkinu hér, þar á meðal fiskveiðum. Það er ekki spurning í mínum huga. Má ég segja að lokum. Ég ætla að vona að þessi mynd verði ekki sýnd oftar svo að við Íslendingar verðum okkur ekki meir til skammar og alþjóða vettvangi í hvalveiðimálum heldur en orðið er. Já. Skoðanir eru skiptar þessa mynd og ýmislegt fleira en þetta eru þá loka orðin í þessum þætti því að Fréttastofan bíður eftir því að komast að með fréttir við þökkum fyrir okkur og verið sæl.